þessu myndballi ætla ég að sýna ykkur hvernig þið gerið svona hring með letri á og allskis stjörnum og öðru aukadóti. Færa þetta hérna en hafa þetta sem fyrirmynd. Byrjum á að gera stærsta hringin hérna eða stjörnuna með því að nota stjörnutólið. Síðan gerum við bara eina litla stjörnu, hún gæti verið hvernig sem í laginu, en hér inni ætla ég að stilla að hún hafi 24 horn eins og hér, en ég ætla að hafa hlutfall armana 0,95. Þá fáum við þetta form eins og ég sjá hér með mjög stuttum stjörnuörmum. Síðan ætla ég að hafa stærðina 20 x 20 cm, en að því hér stilt á millimetra þá þurfum við að hafa það 200 x 200 millimetra. Þið sjáu að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en þessi hérna, en það ágætt að gera þetta stórt til að byrja með að minnka svo allt saman í lokin. Þið sjáu kannski hérna, það ekki mjög skýrt, en þetta svona gradient á þessu, fer úr svona aðeins ljósara appelsínugulu yfir í dökka appelsínugul. Til að stilla litin þá þarf maður að velja, passa að sé valið formið, og ég ætla að fara hér í gradient að því við ætlum að nota hérna þessa sömu litur hér. Og þá mjög auðvelt að því við höfum fyrirmynd, auðvitað get ég valið liti hérna með því að smetla hérna á þennan gaur hérna við endan á gradientinum og segjum að ég ætla að hafa þetta bara alveg rautt. Og hérna í hinum endanum á að vera kannski bleikur, eða ég var að segja eitthvað svona rauðlitan. Þá höfum við bleikandi sem sitt aldrei ólíkur. Og þið sjáu að þetta fer út í að verða ósýnilegt, það sýnt hér. Það vegna þess að þið sjá að liturinn hérna bara eiginlega alveg ósýnilegur. Þannig að við þurfum að hafa A-kanalinn alveg upp í 100. Þá fer þetta úr rauðum yfir í bleikan. Það sem ég get líka gert núna að ef ég vil velja einhverja fyrirfram ákveðna liti, þá get ég farið og notað eins og hérna í þessu hérna, þá get ég farið hér í sambarlegt tól eins og þetta hér, nema inn í þessu hérna og það hérna niðri. Vel þennan hér, smetla þennan hér og ef ég smetli hérna á þetta hérna, þá sjáu þið að þetta fór þetta yfir í þennan lit og síðan ætla ég að velja þennan hérna og fer í dropatelleran og fer í ljósari litin. Þá sjáu þið að við komum með hérna þessa sömu liti eins og í þessu og með því að fara hér í gradient tólið, þá get ég valið að setja dekkri hliðina hingað og ljósari hingað. Ok, þá komum að því að gera hvíta hringinn hérna inni. Þá fer ég í hringtólið hérna og teikna hring. Best að halda, ef maður ætlar að gera alveg fullkominn hring, að halda shift og control takkanum niðri. Og nota örvatólið til þess að færa hann. En til þess að sé alveg á miðjunni, þá velum maður hringi sem við vorum að tekna og höldum shift-takkanum niðri og veljum líka stjörnuna og förum hérna í jöfnunartólið. Ef að það kemur hvergi fram og þetta ták hérna hvergi upp á ykkar hérna menjú bara hérna uppi, þá getið þið farið hér í hlutur og jafna og dreifa. Þá kemur það hér upp á þetta hérna. Og til þess að miðja þessa hluti, þannig séu bæði jafnir á miðjunni og hérna á miðjunni, þá ýtum við hér á þetta hérna miðja á lóðréttum ás og hér að miðja á láréttum ás. Nú þetta alveg á miðjunni. Nú viljum hérna stækka hennar hring og ég geri það með því að draga í hornin, en ef ég held einmitt í shift og control niðri og dreg, þá stækkar þetta út frá miðjunni og ég get haft þetta ákveði stærðina. Og til þess að lita hringinn á réttan hátt, til þess að setja enga fyllingu og til að setja hvíta útlinu, þá fer maður hérna í fyllingu, velur enga fyllingu og fer síðan í lit útlinu og vel að draga þetta alveg upp í 255 á öllum stöðum og passa að hafa 100% hérna. Þá sjáum við að línan orðin hvít. En jafnframt að við sjáum hérna í gegnum hringinn, þetta orðin svona eins og gjörð. Og ef ég vil hafa aðra þykkt á línunni, sem ég vil kannski hafa þetta aðeins grennra, þá get ég farið hérna í stílútlinu og farið kannski til þess niður í 3 mm. Ég get líka að skrifa það, 2 fyrir ekki.
og þá þetta orðið í réttri þykkt. Jæja, til þess að setja síðan letur hérna á hring, þá byrjar maður á að fara í tól við leturgerðtólið, smelli hérna og skrifa bara special offer með stórum stöðum. Og ég vil breyta leturgerðinni. Til þess að breyta leturinn síðan þarf maður að nota textatólið og draga yfir letrið og hér inni í þessu hérna svæði, textasvæðinu, sem ég get fundið ef ég finn það ekki hérna uppi eða hér, get ég farið hér í texti, smelt og texti og letur. Þá opnast þessi gluggi hér. Það er náttúrulega líka hægt að velja hérna, en ég ætla að nota hérna impact og ýta á virkja og þá sér maður hvernig það lítur út. Og nú ætla ég að gera hring sem að letrið á að fara á. Ég ætla ekki að nota þennan hérna hring sem er komin, heldur ætla ég að gera annan hring. Og ég held á bæði Shift og Ctrl til þess að fá perfect ring og ég ætla að færa hann á move tólinu njátt inn á miðjuna og best væri náttúrulega að velja alla þessa 3 reiti. Það getur bætt við með því að Shift takuna niður á meðan maður smellir og fara aftur hérna í align á miðju og þá sjáum við að þetta er alveg hérna á miðjunni. Til þess að velja síðan þennan hring, að því að þetta er kannski full lítið pláss fyrir, við þurfum að miða við þennan hérna hring, innri hringinn, þá þurfum við að minnka þetta hérna aðeins. Og ég er svona að hafa þetta bara alveg svona. Okay. Nú ætlum ég að setja letrið á þennan hring. Þá þarf ég að hafa hringinn valinn, síðan held ég Shift takuna niðri og smelli á letrið. Fer ég síðan hérna upp í texti og setja á feril. Þá fer þetta hérna á hringinn. En að því að hringurinn telst byrja hérna hægra megin, þá fer þetta hingað. En við getum alveg lagað þetta. Við snúum einfaldlega hringnum, en þá þurfum við að passa að afvelja þetta hér. Það bara hringurinn má vera valinn. Þannig að ég smelli fyrir utan, smelli á hringinn, smelli aftur til þess að snúa, dreg hérna í snúningsöruna og setja þetta þannig að þetta fari hérna efst uppi. Og ef ég held Shift takana niðri, þá fer þetta hérna svona í nokkru stökkum og endar meðal annars á miðjunni. Ok, nú ætla ég að eiginlega lita þennan hring þannig að hann sé bara gegnsær, alveg gegnsær, því ég vil ekki að hann sjáist. Þannig ég fer í fyllingu, ekkert, litur útlínu, ekkert. Og þá er hann horfinn en hann er þarna saman. Ef ég myndi þurfa að nota hann til þess að snúa aftur, því næ ég ekki sambandi við hann núna þegar hann er ekki valið, eða sérst hann sé engin litur í honum, ekki nema maður drægi utan um þetta. Ég get semst drægi utan um hann svona alveg, en þá þarf maður að vita hversu stór hann er. En það er líka hægt að fara hér upp í skoða, birtingarhamur og útlína og þá er auðvelt að sjá hann hérna. Við séum bara aftur í birtingarhamur og venjulegt. Þá sé ég þetta allt í lit. Nú ætla ég að stækka letri hérna og gera það hvítt. Það gerum við með því að velja þetta textatólið og ég ætla að velja orðið og svo bara fer ég hérna upp í stærðardæmið og ég sem að prófa 64. Já, þetta er ekki bara ágætt. Mætti kannski vera svona 60, hvað ég segja, 72. Já, það er fínt, 72 er flott. Og svo ætla ég að setja í hvítt og þá get ég einfaldlega að fara hérna niður og vali hvítt. Og þegar ég smelli fyrir utan, þá er letrið komið hérna í hvítt. Ég ætla ekki að halla þessu strax. Ég ætla fyrst að það er miklu auðveldara að búa til allt innihaldi hérna þannig að það sé bara lóðrétt og lárétt og snúa svo öllu eftir á. Þannig að núna ætla ég að gera þessar 2 hvítu línur hérna. Langbest er að gera kassa. Þá bara smellir maður einhvers staðar og dregur nokkurn veginn eins og maður vill hafa þetta. Maður getur síðan líka stillt hérna uppi, breytt og hæð og ég ætla að hafa þetta núna bara 80, hafa þetta ykkur þægilega tölu, segjum bara 80 og ég ætla að hafa þetta 3. Þá sjáum við erum komið með þetta með ykkur ákveðna stærð. Síðan ætla ég að fjölfalda þetta því ég vil fá aðra nákvæmlega eins línu. Þá smelli ég hér á þetta hérna og segi Ctrl D. Þá er ég búin að tvöfalda línuna en hún sést ekki, en ef ég dreg hana niður og held Shift-takkanum til sem hún fari beint niður, þá sjáum við að þarna var
hinn undir og þessi var laus. Ok, til þess að hafa þetta á miðjuforminu hérna, þá vil ég þetta, í raun og veru best núna að velja þetta bara allt nema letrið, að afvelja það. Það gerir ég með því að halda shift-takkanum niðri og miðja, fara aftur hérna í miðjuna. Og þá sjáum við að strikinu eru komin hérna bara á nákvæmlega á miðjuna. Síðan ætla ég að setja inn þetta letur hérna, 20% off, smelli og skrifa. Og ég ætla að vera með leturtóli áfram valið og dreg yfir letrið og ætla að velja hérna impact. Og velja bara að setja tökja hérna líka og stakkar þetta hérna upp. Og svo notum við sömu aðferð til þess að kannski viljum við hafa þetta aðeins stærra, þannig að þá dreg ég hérna í þannig að það náðu út fyrir örvarnar. Og viljum við hafa þetta hvítt. Og nú þurfum við að miðja þetta líka, drögum yfir allt. Það velst bara þar sem maður dregur alveg yfir, af því að þó ég færi inn á þetta svæði hér, þá valdist ekki að því ég fór ekki alveg í kringu það. Og ég ætla aftur að afvelja þetta sem er hérna ofan á hringnum, en ég halda shift-takkanum niðri og svo miðja við. En ég nota bara núna þennan sem er á lóðrétta ásnum. Ég nota ekki, að því ef ég myndi gera þennan hérna neðri líka, þá myndi bara allt hrúast saman hérna á miðjuna. Til þess að gera stjörnurnar, þá einfaldlega teiknum stjörnur. En við fáum sama form að við notum síðast, þannig að við þurfum að fara hérna og segja 5 armar. Og við þurfum að laga hlutfalli til þess að armarnir séu eins og stjörnur en ekki eins og svona einhver markgreiningur bara. Og þá þurfum við að fara hér upp í og við þurfum að fara kannski bara 0,4 og þá sjáum við erum komið stjörnur sem er bara nokkuð góð í laginu. Til þess að láta hann að snúa þannig að armarnir séu alveg lóðréttir hérna, þá þurfum við svona bara að nota augað á þetta. Nokkuð með svona. Og síðan ætlum við að fjölfalda hana. Það gerum við Ctrl+D, færum og höldum shift og því niðri og svo gerum við aftur Ctrl+D og færum búum til eina í viðbót. Og ég hef viljandi ekki sama bilinn á milli, að því ég ætla að sýna ykkur hvernig maður getur ef maður er með þetta vali hérna. Þá þurfum að fara hér og dreiftum rétt á ásana og þá viljum við þetta merki hér. Og þá eru þær með jöfnu millibili. Ok, núna til þess að geta minnka þær allar í einu og þær haldið þessum hlutvöllum sín á milli, þá ætla ég að fara hérna upp í hlutur og ætla að hópa þær saman. Þá er þetta orðið, haga þær sér eins og þetta sé einn hlutur og ef ég dreg í hérna hornið og þá bara minnka þær allar í einu. Og ég er svona að hafa bara í þessari stærð. Og núna því þetta er einn hópur, þá get ég líka valið hérna allt saman. Afvalið special offer orðið og farið hér og miðja og þá fer þetta á miðjuna. Það hefur bara eftir að gera þessa hringi hérna, litlu kúlurnar hérna. Og við einfaldlega teiknum hring. Ákveðum hvaða stærð við viljum hafa. Ég veist það er aðeins á litlar hérna, en ég ætla að vera örlítið stærri og ég ætla að staðsetja það þannig að þetta sé á stað sem ég vil hafa þetta svona nokkurn veginn. Gerir síðan Ctrl+D til þess að fjölfalda, dreg þetta og til að halda í sömu hæð þá held ég shift-takkanum niðri, Ctrl-takkanum, færi þetta svona nokkurn veginn hingað. Og nú get ég gert það sama, ég get valið hvort tveggja, hópa það saman, með því að fara í hlutur og hópa og valið síðan einu sinni enn allt heila klappið, afvelja letrið og fara einu sinni enn í miðja. Þá erum við með þetta alveg rétt með hérna jafnlátt frá þessu hring. Þá er þetta eiginlega allt komið nema að við ætlum að snúa þessu. Og þegar allt er tilbúið komið á sinn stað, þá er mjög sniðugt að venja sig á þegar er eitthvað svona á að vera á ákveðnum stað með eitthvað annað í einhverju svona heildar útlúki, þá er mjög sniðugt að velja það allt og hópa það saman. Það er hlutur og hópa. Og þá getið snúið þessu alveg án þeirra á neinar ágjör. Í nokkurn veginn sömu hring og hitt.
og svo er líka hægt að minnka það allt í einu. Mjög sniðugt eða reyndar nauðsynlegt ef maður er að minnka eitthvað hlutfallslega eða stækka að halda bæði shift og control niðri. Ok, þá er þetta bara komið.